Í dag ætla ég að gera svolítið svona drungalegt áramótalúk. Þannig að ef ykkur langar að vita hvernig ég varð svona, þá skulle endilega fylgjast með. Ég er búin að setja á mig hérna make og alltaf augabrúnir líka. Í augabrúnirnar notaði ég Milani svona gel og Couture Brow frá YSL. Mjög gott kombo. Nú ætla ég að setja mig augnskuggaprimer, þessi er frá YSL. Mála upp á augnbraunin líka. Ég ætla að byrja á því að búa til skygginguna eins og alltaf og ég ætla að nota aðalega þessa palettu hérna í hvíta lokka frá Kat Von D. Byrja bara á svona ljósbrúnum, þessum hérna. Næst ætla ég að taka þennan hérna, appelsínugula í palettunni og taka aðeins minni bursta núna. Ég fer með hann í glóbuslínuna. Ég taka stóra burstan aftur. Svo tek ég dökkbrúnan. Við fyrir aðeins inn á svona ytri partin á augnlokinu með hann. Svo bara blanda ég endalaust. Setja aðeins meiri hlýju í skygginguna. Setja aðeins meira af þessum appelsínugula. Það er alltaf lagi þó að fara smá inn á hérna auðasvæði hérna því ég ætla gott að setja augnskugga þar yfir. Næst ætla ég að taka þetta Inglot pigment hérna. Það nota Inglot Duraline til þess að bleyta upp í því með. Nú ætla ég að setja glimmerið og það er Eye Candy Jingle Bells sem ég ætla að nota. Og með því nota ég Liquid Sugar til að festa það. Mér finnst alltaf að fínt að nota svona bara litla fluffy bursta til þess að pikka glimmerið. Og ég byrja á því að dýfa burstanum ofan í Liquid Sugar og svo dýfi ég honum með glimmer. Og svo dúppa ég því bara svona ofan á. Passa mig að fara ekki of nálægt augnháralínunni af því að ég er að spá í að setja eyeliner þar. Núna ætla ég að dýpka skygginguna aðeins aftur með dökkbrúnum. Ég ætla að nota þennan liner hérna, þetta heitir Master Smoky og er frá Maybelline. Ég ætla að nota þetta í neðri vatnslínuna og fara hérna á milli augnhárana líka. Ég nota bara endan á honum til þess að smella honum út. Og svo ætla ég að nota blöndunarbursta til að fara að mýkja hann aðeins meira. Og ég tengi hann við brúnalitin hérna uppi. Þá ætla ég að taka palettuna aftur, taka þennan hérna fallega fjólubláa lit og setja yfir þetta brúna. Og ef það hrynur eitthvað niður, þá tek ég bara stóran svona fluffy bursta og dusta það í burstu. Í innri krókinn ætla ég síðan að setja þennan hérna lit. Þá ætla ég að setja um eyeliner og ég ætla að nota Superliner Ultra Precision frá L'Oreal. Mér finnst það gott að nota svona eyeliner þegar ég er með glimmer. Svo ætla ég að setja hérna
blýant líka í efri varslínuna. Og skella með augnhárum. Ég ætla að nota Minx 2.0 frá Socialize. Socialize augnháralímið nota ég eiginlega allt. Og meðan límið er að þorna setja ég á mig maskara. Ég nota Lash Sensational frá Maybelline. Setja eitt svona skrautstein. Festi hann bara með augnháralími. Jæja, þá augun eiginlega tilbúin. Þá ætla ég að setja á mig kinnalít. Ég ætla að nota Dolce Pink frá Milani. Hann er svona bleikur með svona kóralblæ og gullutu glitri. Og svo ætla ég að setja smá í sólarbúðir bara. Og nóg af highlighter. Og ég ætla að nota þessa palettu hérna frá Sleek. Ég ætla að nota svona silfraður hvítur einhvern veginn. Mjög svona kaldur highlighter. Aðeins að blanda kinnalitin út í highlighterinn. Á varirnar ætla ég að nota þennan hérna. Þetta er einn af 9 LA Splash litunum. Þessi heitir eitthvað og líka Tildað. Þá er bara hárið eftir. Í hárið ætla ég að nota þetta jafn hérna. Þetta er Rod Waff S9 minnir mig. Já, Rod Waff S9. Þetta er svona bylgjujafn og ég hef notað það nokkuð sem áður og það kemur bara mjög vel út í mínu hári. En eins og ég segi ykkur alltaf þá kann ég ekki þetta hár. Gera þetta bara svolítið svona frjálslega. Svo lókum ætla ég að sprayja í það hérna Leiboulen Texturizing Volume Spray. Þá er ég tilbúin.